Það kannski, ég veit ekki, það getur vel verið að hérna 200-300 glös af díazepam hjálpi einhverjum og hérna 200 kassar af brennivín en þessi steinn hefur hjálpað mér síðan þetta skeið. Við Íslendingar erum þekktir fyrir að trúa ýmislegt fleira en Guð og himnaríkið því að hér í landinu sterk lifandi trú á álfa og huldufólk og hefur verið það allar þessar 11 aldir sem að Íslendingar hafa búið á þessari eyju. Og háhestur austur í Meðallandi, hann sér merkilegur sá klettur. Það mátti ekki einu sinni rífa mosa utan úr þessum kletti, hvað þá gera honum meira til miska. Þegar mynd var tekið þarna árið 1951 af fólki undir klettinum, þá kom þannig einhver kynjavera fram á myndinni þarna í klettinum. Það er krökkt af þessu allstaðar hér. Þegar ég verið svona 5-6 ára þá var ég að leika mér á, ég lék mjög mikið úti þegar ég var drengur og fyrir utan túngarðinn heima voru þá nokkuð stórar og mikla klappir og það var mikið berjaland þarna og ég dundaði mér oft við að labba, þetta var stutt að fara og fór þannig í berjum og það var gott veður og mín fyrstu kynni af álfum voru einmitt undir þeim kringumstæðum að ég var í berjum og Margir útlendingar og reyndar margir Íslendingar líka að rugla saman álfum og huldufólki. Álfar eru lágvaxnar verur, allt frá 5 cm upp í 60 cm. En huldufólk yfirleitt það sem að mest þekkt, þetta fólk í mannsmynd sem frítt sínum, klæðir sig svipað og við og hefur öll einkenni íslensk samfélags og á margan hátt mesta og merkilegasta rannsóknarefni í öllum þessum fræðum. En þegar ég var þarna í berjamónum að þá við klappirnar að þá tók ég eftir því að það voru tvö börn þar rétt hjá mér og þau komu til mín og við fórum að tala saman og leika okkur saman og þegar ég spurði hvaðan þau væru því mér fannst þau svo vel búin og virkilega svona elskuleg börn. Þá sögðu mér að þau ættu heima þarna og þegar ég leit þangað sem að drengurinn benti að þá bentu þau á sem sagt klettin sem að við vorum undir og þá sá ég mér til mikilvæg undrunar að það voru dyr og gluggar á klettinu. Sem dæmi þá nú eitt þekktasta huldufólksmálið steinninn sem hérna á Vesturlandsvegi, Grásteinn, sem að flest allir Íslendingar sem komnir á miðjan aldur eða eldri þekkja söguna þegar að átt að færa steininn til og allt þetta rask varð með vélarnar og veikindi starfsfólks og annað sem að hrjáði þetta. Þetta var daglegi fréttum á sínum tíma og skengt fólk hafði varað Vegagerðina við þessum steini því að í honum væri huldufólk. Og það myndi hafa slæmar afleiðingar ef að hann sprengdur því að margar frásagnir eru til af því að huldufólk hefni sín ef að híbýliðis eru skemmt. Sem kom á daginn því að þegar Vegagerðin og verktakar hennar fóru að hrófla við steininum og ýta við honum þá rak hvert slysið sig öðru og vanhöld á mannskap og vélum og mikill kostnaður. Þetta leiddi til þess að á endanum var náð í skyggnan mann sem gat tala við þetta huldufólk
og það var gert frægt samkomulag við huldufólkið milli Vegagerðarinnar og huldufólksins að það flytti út í viku og húsakynni þess yrðu ekki skemmd og Vegagerðin mætti færa steinin 15 metra. Við þetta samkomulag var staðið og engin vanhöld urðu eða erfiðleikar á vélunum eftir það sem hafði hrjáð daglega Vegagerðin í meira en 3 vikur. Ég man eftir því dag eftir dag þá kom ég það útir og ég bara bankaði á dyrnar og þau komið til dyra og ég sá þarna inn í forstofuganginn, stóran gang með speglum og það sem ég kalla í dag antík. En þau sögðu mig strax að ég mætti ekki koma inn. Þar að leiðandi gerði ég aldrei tilraun til að fara inn jafnvel þó ég gæti. Ég veit ekki af hvaða ástæðu ég mátti ekki fara inn, nema það að þegar ég spurði þau að þá var svarið á þá leið að ég gæti átt í vandræðum að komast út aftur. Steinahellir, hann rétt í þjóðbraut undir miðjum Eyjafjöllum. Það var þingstaður Eyjafjellinga þar á 19. öld, fram aldamótin 1900. En það er mikil huldufólksbyggð þar inn í bergi. Það var bóndi hér í sveitar á síðustu öld. Hann gekk í bergi til huldufólks, þáði hjá því mat, borðaði kjöt. Hann lifði langt fram til 19. öld og hann sagði sjálfur söguna því þegar hann sat að mat hjá huldufólki í berginu við Steinahelli og lærði borðbæn huldufólks. Matur í munn, kross á brjóst og heilagur andi í hjarta. Þarna mátti ekki gera neitt huldufólkinu til miska. Ef að þú fórst fyrir að slíta niður tógras eða burkna í Hellisberginu, þá kom eitthvað mjög slæmt fyrir þig eða fjölskyldu þína, sagði gamla fólkið. En nú er það svo merkilegt að þar sem að þessi steinar eru eins og Grásteinn upp í Vesturlandsveg, skyggnir einstaklingar sjá ekki steinin þegar þeir sjá huldufólkið. Þeir sjá bara hús þarna með gluggum og hurð og öllu venjulegu sem fylgir venjulegum húsum. Þetta er svona skyggnisýn að því virðist til annarra efnistíðnis við það. Ég hef reyndar átt kost á því að tala við þetta huldufólk og spurja það hvers vegna það búi í steinum. Ég fekk með skyggna mann sem gat túlkað á milli okkar og það var svolítið merkilegt svar sem við fengum. Það bjó í steinum því orkan þar var miklu stöðugri en annar staðar. Og þær stærri sem steinarnir voru, þær stöðugri orka var. Það sagðist búa í öðrum efnistíðnisviðum hér á Íslandi núna og ekki vera fólk úr framtíðinni eða í fortíðinni, heldur að væri það huldufólksþjóð sem hér byggi. Við lékum okkur þarna allan daginn og þau voru með leikvöng og margt af þessum leikvöngu þeirra voru leikvöng sem ég hafði bara aldrei á ævi minn séð. Því að ég var af fátæku fólki kominn og átti ekki mikið af leikvöngum og leikvöngin þeirra virtust vera allt öðruvísi heldur en ég hafði séð annars staðar eða jafnvel eigna sjálf. Og þau áttu bíl, eða strákurinn áttu stóran bíl. Þessi bíl var dálítið, meir en dálítið, það var allt öðruvísi en bílar sem börn léku sér að í þá dag. Því að það var til dæmis að það var hægt að sturta honum og bílar sem ég þekkti til að þeir voru bara á hjöru og það var bara lyft pallinum en þú ítti bara á hnapp undir stöðuranum á framan og þá sturtaði hann hægt og rólega. Þessi pottur sagður vera komið frá álfum. Það er til þjóðsagum sem segir svo því hvernig hann komst í manna hendur á gamlárskvöldi og einhver tíma í byrjun síðustu aldar. Það var eitthvað á þá leið að það var maður tilgreindur maður sem varð var við það að það var hópur af fólki einhvers konar að flytja skran sitt eins og segir í sögunni úr einum stað í annan og þetta var á gamlárskvöld. Það er ju tíminn sem að álfarnir eru í búferlaflutningum
Og hann sem sagt verður sérstaklega var við það er lítil stúlka sem kallar á mömmu sína og hún heldur á einhverju og hann hugsar sér að reyna að nálgast hlutinn eða koma nær og þá einhvern veginn segir hann svo frá að hún hafi lagt þennan hlut frá sér á jörðina og síðan hvarf hurfuálfarnir sem sagt en á jörðinni lá þessi pottur sem hann tók til sín. Nú, það skemmtilegt að þessum potti fylgir svo sögn að hann hafi einhvers konar aðri mátt í sér á þá vegu að hann hefur góð áhrif á það sem lasnir eru eða hann sem sagt hefur heilbrigðis áhrif og til merkis það þá má sjá hérna á fótunum á honum að það hefur verið rispað úr honum eða sem sagt það á sem sagt að staðfesta þessa sögu að menn hafi sorfið úr honum einhverja hluti til þess að sem að hafi lækningaskyni. Nú, þessi börn voru mjög frábrugðin öðrum börnum í klæðaburði sem að ég sá þá til að gera langasögu stutt að við brölluðum auðvitað allan fjandann saman þessi krakkar og ég. En þau kom aldrei með mér heim og aldrei inn í hús og já, þau kom oft heim á tún en aðrir á bæna sáu þau aldrei. Ég hef séð huldufólk koma niður Stapafellið hélt reyndar að það væri menskimenn þangað til að hvarf. Við vorum að koma hingað út eftir eins og við segjum eða á Stapa og við sáum það öll sem vorum í bílnum og við sáum 2 manneskjur koma hlaupandi niður Stapafellið og hlupu ansi hratt og þau voru í svona göllum já eins og tíðkast orðið í dag eins og skíðafólk í og annað þvílíkt í dag svona glansandi göllum og okkur fannst þetta ansi einkennilegt þá og þegar þau fara fyrir framan bílinn þá segir maður minn hvað ætlaði að hlaupa fyrir bílinn svo hann hægir á og þá ætlum við að fara að fylgjast með þeim nánar og þá voru þau horfin. Einn morgun þá voru leikvangi komin inn og ég beið þarna fyrir utan og var eitthvað að snúast og var búin að banka á dyrnar og þá koma þau út og eru rosalega hnípin. Ég fann strax á mér að það var eitthvað að og fór að spurja og hérna þá sögðu þau mig það að þetta er síðast dagunum sem þau gett leikið sér við mig því þau væri að flytja eitthvað langt í burtu og ég mætti þann daginn eftir held ég og þá aftur var það svona kuldalega aðkoma því að þá voru enga dyr á hérna á klettinum og enga glugga að sjá. Það eru kannski sterkasta sagnir álfa huldufólks sem að tengjast áramótum og jólum og jónsmessu en á krossgötum var sú trú að það sem að leiðir milli bóndabíla og kaupstaða var á krossgötum þar sem að þessar leiðir skárust og mættust þar mátti aldrei neitt vera á þessum jólanóttum eða á gamlárskvöld því þá voru huldufólk að flytja sig og búa búa sér nýja staði þá mátti ekki tefja för þeirra og menn hættu að því að lenda í vondum málum eða þeir hindruðu för þeirra jafnframt var ekki talið gott og eru þó nokkuð margar gamlar frásagnir það að fólk mátti aldrei vera eitt á jólanóttinni því að þá kæmu álfarnir og huldufólkið og dansaði og geti trillt hann sem að ekki færi til messu. Eitt af því sem ég tók mig fyrir hendur á lífsleiðinu var það að ég flutti til Noregs, ég giftist konu frá Noregi og lenti í skilnaði og kona mín flutti niður til Oslo til móður sinnar og þetta var svona leiðinlegur kafli í mínu lífi en þegar ég var alveg að gefast upp og alveg að vera vitlaus þá tók ég stundu bátinn og fór á honum
honum ef það var þannig viður, ef það var gott viður og fór þá út í eyju. Það var lítil eyja sem var hann á stök og dálítið merkileg svona. Það var fín sandfjara, það var lítið vík í henni og svona fín slétt sandfjara sem ég gæti bara keyrt bátinn. Ég var með utanborðsmótor á hann og ég gæti bara keyrt hann upp í hérna sandinn og bara ég sofnaði oft þarna. Það var á einum bæ hér nálægt aldamótin síðustu og fólk á bænum var að tala það hvort til væri huldufólk. Húsfreyjan á bænum var ekki trúið á það, hún sagði það ekkert huldufólk til. Nóttina eftir þá dreymdi hann að kom til hennar kona, huldukona sagði: Þú heldur fast á því að við séum ekki til, en annað áttu eftir að reyna. Morgunin eftir þá þurfti konan að opna búrkistuna sína sem var tryggilega læst og þegar hún opnaði kistuna þá var þessi greiða undir lokinu og engin skildi hvernig hún hefði komist þarna. Daginn eftir þurfti hún enn að opna að læsa kistu, þá voru þessi skæri undir lokinu. Þriðja daginn þurfti hún enn að opna kistuna og þá var það þessi faldprjót eða laufaprjót sem var undir lokinu. Allt þegar þrennt sagði huldukona. Eftir það trúði hún því að til væri huldufólk og hún geymdi þessa hluti mjög vel. Og svo fekk dóttir hennar þá í arf og hún satt henni í skóinn þá. Og svo geymi ég þá í röð merkilegra minja varðandi þjóðtrú Íslendinga. Einu sinni þá fer ég þarna út og ég var búinn að vaka lengi og gat ekki sofið og mér leið alveg gíkandi stíla að þá fer ég þarna upp í sandinn og sofna. Og þá dreymir mig það að það kemur til mér maður og mér fannst þetta voru skrítið en ég kannaði strax mannin að þá var það drengurinn sem að ég hafði leikið mig við þegar ég var barn og hann ætlaði að gefa mig hlut sem myndi hjálpa mér í gegnum erfiðleikana. En þegar ég vaknaði þarna í sandinu þá var ég sem sagt með þennan stein í hendin og mér fannst þetta, ég myndi alveg allt hvað hefði skeið eins og ég hefði aldrei sofnað og faktist þá veit ég ekki hvort ég var sofandi eða vakandi en síðan hefur mér alltaf liðið vel andlega. Í velflestum löndum Evrópu og Vesturlanda, Norður-Ameríku og Evrópu eru gamlar huldufólkssögur. Líklega var huldufólk þarna og eða en hefur horfið alveg inn í sínar höfuðliðslöndur. Á Íslandi þessi samskipti íslensku þjóðarinnar og huldufólksins ennþá lifandi dæmi hvernig svona nábýli getur verið. Mjög líklega þetta til víða erlendis þótt í minna mæli sé. Þannig hann grænt þessi steinn og líka sér gott að hafa hann í vasa og það líka gott að minnast þess að það var 1984 sem að fæmi þennan steinn og undan tekningalaust eiginlega hef ég haft þennan steinn í vasa. En ef ég held utan að þennan steinn þá fæ ég alveg gigatískt pál. Ég finn alveg hvernig nafli streymir upp í mig.